Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a company, if I recall correctly, which is associated with one of the companies that I was on a board of. And so now I'm starting to feel a bit strange about these questions, because it's like you are accusing me of something when you are asking me about a company that has been on my tax return. Yeah, but it must be okay for me as a journalist to ask the Prime Minister about personal... But you are indicating that I have not paid taxes on it. No, I'm just asking you questions. Okay. But to go into the details, I would like my partner to do it in Icelandic, because I don't have the details. Átt þú þetta félag eða? Konan mín seldi hlut í fjölskyldufyrirtækinu. Það fór í einhverja umsjón í bankanum og bankin setti eitthvað fyrirkomulag á því og úrvarð þetta fyrirtæki eða ég kann ekki einu svona allt saman, en allt gefið upp til skatts frá upphafi. En hvaða eignir í félaginu? Hvaða eignir í félaginu? Ég meina, þú byrðir ekki... Við vitum það að Vintris var kröfuhafi og kröfuhafi í föllnu bönkunum. Já, þú ert að spyrja mig hluti sem ég ekki einu sem búin að kynna mér. Þú seldir þinn hlut í félaginu fyrir $1 2009. Þú ert að spyrja mig einhverju tóma vitleysu. Þú platar mig í viðtal á förstu forsetum. Ég með undirskriftina hérna sekundu. Já. Viltu sjá hana? Já, ég meina, þetta bara... But with all respect, Mr. Prime Minister, it must be okay to ask those questions. Já, einmitt. Sko, á gamlársdag 2009. Þegar þú spyrir mig að koma í viðtal, það verður ekki með tækifæri til þess að kynna mér það sem þú ert að spyrja. Þú hlýtur að vita félagið. Þú seldir konunni þinni félagið, helmingi félagið fyrir $1. Ég er bara að segja, seldi konu minni. Já. Ég var ekki eins og giftur á þessu tíma. Ég er bara að segja þér að, annars segulega þeir eru allt verið gefið til skatts frá upphafi. Þannig að þeir eru að gera eitthvað tortryggilegt sem að ekki tortryggilegt. Vita félagið þínar í Indifens að þú hafðir átt aflandsfélag sem var kröfuhafi. Hvaða atriði ertu að reyna að búa til hérna? Alveg fyrir neðan þetta heldur. Sigmundur, þú hlýtur að geta svarað þessum spurningum. Þú ert forsætisráðherra og þú hefur ekki komið hreint fram.